þáttinn Trú og líf. Gaman að vera með ykkur enn og aftur. Takk fyrir að taka tíma til þess að hlusta. Já, amen. Hvað heitið þú, fallega kona? Herðu, ég heiti Svava María. Hæ. Hæ. Gunnar Ingi. Hæ. Gaman að vera með þér. Hæ. Heiður og ánægður að vera gift þér. En já, í dag ætlum við að halda áfram að díla við spurningar sem að fólk er búið að senda inn. Já, við erum hérna á 7. þætti. Já. Er þetta ekki 7. þættur? 8. þáttur. Þannig að það eru 3, 8., 9. og 10. eftir. Já. Þessa önn, svo ætlum við að taka sumarfrí og svo komum við aftur í ágúst. Og bara hérna til að segja þá bara endilega hlaðið á okkur spurningum meðan. Já, endilega. Þú getur farið á trúalíf.is en það kemur líka í hlénu. Ef við dempa okkur í þessu spurningu sem að búið að senda inn, mér finnst það mjög góð. Og ég lesa bara alla spurninguna, mér finnst það að gefa svona kontekst. Ert þú með hana þannig? Ég er með hana hér. Já, var ég að skrifa þetta hérna þínum account? Nei, ég bara sá að deila þessu með mér. Skillig. Herðu, vilt þú lesa spurninguna þá? Hversu hávar á ég að vera trúna mína? Ætti ég að fókusa á að fylgja Jesú í verki fyrst eða líka dreifa boðskapnum? Hversu mikilvægt er að vera komin langt í trúnni áður en ég fer að segja öðrum frá? Mér líður eins og ég sé ekki verðu og ekki reiðubúin að gefa svör. Já, það er svolítið löng spurning. Eða nokkra spurningar í rauninni. Hver er langað þér að byrja á í þessu öllu saman? Kannski þetta verðu að dæmi? Já, ég ætlaði einmitt að segja. Ok, hvað er maður? Á ég að byrja? Já, skamma hana. Nei, já. Mér langar bara að undirstreka það er engin verður. Nei. Þannig að það er eiginlega ástæðan fyrir að við köllum þetta og fögnum náðinni í trúnni en ekki hérna hvað við áttum þetta allt skilið. Það kannski kemur upp þetta vers sem allir var heyrt með að allir hafa syndgað og skorti Guði stýrð. Og að náðartu hólpin fyrir trú ekki að náðartu hólpin fyrir trú ekki verkum, þetta er ekki þér að þakka þetta er Guðsgjöf enginn getur mikla að segja því þannig að einhverju leiti það er enginn þess verður þrátt fyrir að þú kannski horfir á okkur og hann kannski haga sér eins og þessi verður en bara Guðu sér lof, hann gaf okkur ekki það sem við áttum skilið hann gaf okkur langt umfram það og langt umfram bara fyrirgefningu heldur líka náð sem er ekki bara að sleppa því að koma með réttlæti heldur líka að koma mikið afir inn og gera okkur að börnum sínum og ég held líka bara, ég meina hérna þú veist, maður getur bara basically farið að segja frá í rauninni bara leið og maður kemst til trúara því að þú veist, maður alltaf finnur fyrir svo mikið breyting og þegar maður er fylltur af heilugum anda og finnur bara hvað þau búin að gera mikið fyrir mann þú veist, í sínu lífi og svona þá náttúrulega eiginlega er þetta svolítið þannig að maður bara þú veist, þetta þarf ekkert í rauninni er fagnarandi það einfalt skilur að þetta þarf ekki að vera eitthvað svona eitthvað, þú þarft í rauninni ekki að líta út fyrir að vera eitthvað sagfræðingur eða skilur þetta er bara, þú veist af hólpin ertu á náð fyrir trú skilur, og við erum öll syndarar og bara að deila því er bara það besta sem þú getur gert, skilur en hérna algjörlega, já og ég held að það sé líka bara kannski munurinn á því að vera nýr og koma til trúar og að vera eldri í trúnni er að þú kannski ert tilbúin með meiri svör þegar þau koma, spurningar og það er kannski svolítið mikið núna að vera bara eitthvað, ég þarf að vita öll svör við öllu spurningum og eitthvað svona en það að þú nálgast það bara í þessu hugafæri að náðurstu hólpin fyrir trú, þetta er ekki ykkur þakka, þetta er Guðsgjöf þá á þetta skapi okkur hóvar það sem enginn setur sig upp sem eitthvað sérfræðingur í kristinni trú heldur bara alltaf einhver sem er að læra Jesú að fylgja honum og læra meira með hverjum degi og ég held að sé alveg munur á kannski, hvernig þú myndir segja frá eða þú ert búin að ganga lengur með honum versus hvernig átt að segja frá þegar að þú ert bara nýbyrjuð að ganga með Jesú og allavega vessin sem að mér datt í hug var til dæmis hann að Jónasarguðspjalli, 1. kafla í versum 43 til 46 og hann að kannski ég lesi þau bara Já, les þú Það segir hér, næsta dag hugðist Jesú fari til Galileu. Hann hitti þá Filipus og sagði við hann, fylg þú mér. Filipus var frá Betsaidu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filipus fann Nataniel og sagði við hann, við höfum fundið það sem Móses skrifar í lögmálinu og spámennir, Jesú frá Nasaret, son Jósef. Og Nataniel sagði við hann,
getur eitthvað gott komið úr Nasaret? Og Filippus svaraði, kom þú og sjá. Þannig að finnst mér svo áhugavert við hvernig Filippus, hann bara nýbúin að fatta að Jesus Messias, hann Kristur og hann svo kemur hann til Nathaniels og rosalega spenntur í við að segja hann frá Jesú en átt að sjá því að hann mjög skeptískur á það sem hann heldur að segja gerast og það eina sem hann þarf að segja komdu bara að sjá þau bara eitthvað, þú þarf ekki að vera tilbúin að svara allir spurningum eða reyna að díla við alla svona skeptiska hugsun eða neitt þannig, þú þarf bara að segja komdu að sjá þau og þegar maður að segja frá Jesú þegar maður kannski ungur í trúnni þá kannski bara helsta markmið manns að segja bara hei, ég ekki með öll svörin ég get ekki sagt þér öll svörin ég get ekki, stundum þarf það bara eiga samtöl þar sem að þú þarf að segja bara hei, ég hef aldrei pælt í þessar spurninga áður og mér langar ekki bara að gefa þér eitthvað svar þannig að kannski að ég fá að biðja þér og hugsa þetta þessa viku, getum við hist aftur í næstu viku og talað þetta en að segja bara, hei, komdu og sjá þau það sem að Jesús að gera í mínu lífi ég að læra mistökum en hann að breyta mér, hann að breyta hugafæri mínu og hjarta mínu og lifnaðarhætti og hann getur gert það sama fyrir þig bara komdu bara og sjá þau Ég held að eins og fyrir mig, þú veist, Gunni hefur þurft að stappa í mig stálinu í mörg ár með þetta því að ég var að kljást svo mikið við svona þessa pressu við að svona finnast ég þurfa að hafa svör við öllu sko og þú veist, ég held að það sem að Guð hafi svolítið verið að kenna mér líka bara með þetta að ég með þetta reyndir á ensku, ég fatt að það núna í Jakobsbréfi 4:3 Jakobsbréfi 4:3 Já, getur þú fundið það kannski en allavega, ég ætla að lesa þetta bara snögglega á ensku, þá segir sko and even when you ask you don't get it because your motives are all wrong you want only what will give you pleasure Já, þið byggðu og öðlist ekki af því að þið byggðu illa því að þér viljið sóa því í munaði Já, í rauninni, þú veist, að því að ég bara fattaði skilur að hjarta mitt, það sem lága bakvið í hjartan mínu var það að ástæðan fyrir því að ég vildi hafa all svörin var út af því að ég vildi hafa rétt fyrir mér ekki eitthvað að gefa Guði dyrina Nei, þetta snerist ekkert, þú veist Guð sýndi mér það bara svona, já þú ert auðvitað ekki að fá bænasvara þessari spurningu af því að þú ert bara að vilja rangt skilur, þetta bara syndugt af þér, þú veist, og þannig að ég, þú veist, það var bara mjög gott fyrir mig að þeir liturinn til að fatta, þú veist, að í rauninni að Guð búin að þroska mig hægt í þessu, þú veist, og svona í að eignast visku og ég vil eignast visku af því að mér langar að þekkja hann betur, ekki af því að mér langar að vinna rökræður, þú veist, af því að á endanum þannig að snýst þetta ekki heldur að vinna rökræður og fólk, þú ert að vinna hjörtu, skilur þannig að þú áttir rauninni ekki eins og vera að pæla í því að vilja hafa rétt fyrir þér, þú átt bara að vera að hugsa hvernig þetta kemur út fyrir einstaklingina því að þú vilt náttúrulega bara hafa vonast eftir að Guð hafi áhrif að gegna það svo að segja Já, og þú bara betlari og þú fannst máltíð og þið langar að segja öðrum frá og stundum bara kannski best að byrja og segja bara komdu bara og sjáðu veist, og kannski það, hei, komdu og sjáðu það sem að gerast í kirkjunni kannski komdu og sjáðu, bara fylgstu bara komdu og læriðu með mér þegar ég að læra fullt, ég að gera fullt af mistökum en Guð einhvern veginn búin að umbreyta hvernig ég hugsa meira sem mistök mín komdu bara og sjáðu og leið mér að segja þér hvað Guð svona að kenna mér í gennum mín mistök og annað eins og það alveg eðlilegt að hafa þú veist, út af trúin persónuleg en hún samt ekki engamál það svolítið á Íslandi að segja svona trúin engamál og ég eitthvað, nei, en hún persónuleg þú veist, þú þarft að eiga trúna þú getur ekki neitt aðra til þess en hann að þegar fólk náttúrulega bara deilir þú veist, það deilir áhugamálum, það deilir því sem það elskar án hömlunar, skilur þú veist, þannig að við að sjálfsögðu ef eitthvað hefur djúp áhrif á þig og umturnar kannski snertir við þér eða eitthvað svo leys þú veist, og hefur áhuga á að þá það bara, hei, þú fer í bíó og sér eitthvað magnaða mynd að þá ertu bara, hei, komdu aftur í bíó þú fórst að sömu myndin eitthvað 6 sinnum daginn eða eitthvað og þá alltaf að draga nýja manneski með þér, skilur en þegar maður spenntir fyrir ykkur þá dregur maður bara fólk í það og það svona, hei, komdu og sjá þig og hann eins og jokin hvernig vistu einhverjir í CrossFit hann mun segja þér frá þér í fyrstu samræðum, skilur að það svona, það sem bara svolítið eðlilegt að tala það sem hefur áhrif á hvernig maður hugsaður og hvernig maður lifir Ég held að samt sýnir líka þú veist að þegar ég hugsa líka bara svona þú veist, já, oft það sem við deilum náttúrulega það sem svona samfélagslega samþykkt skilur, svo vel tekið undir en svo náttúrulega
Já, það auðvelt að deila bíómynd þegar allir eru bara eitthvað, ok, þetta er bara bíómynd já, svo er þetta aðstæðanlegur eða bara eitthvað, hei, mér langar að segja frá Jesú Já, einmitt, og fyrir utan það, þú veist, ekkert að bara deila, þú veist, í kannski samfélagi sem að er að vera minna og minna fyrir það að vilja heyra frá Jesú, en svo ertu líka með, þú veist, öfl á bakvið skilur, sem er að vinna mótið þér, þú veist. Já, algjörlega, sko. Og ég myndi bara mæla með því að fókusa bæði á verk og tal, þú veist. Við lesum alltaf Matteus 28, 18-20 í hverju viku, þar sem við erum að minnast þess að hvert verkefni okkar er. Og Matteus 28, það hljómar svona, vilt þú lesa það fyrir okkur? Já. 18-20? Já, þetta er Já. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið það í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið ykkur. Sjá, ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Amen. Þannig að hann er hann að bæði að fókusa á, hei, kennið þeim, þú veist, kennið þeim hugmyndafræðilega, þú veist, upplýsingar, gefið þeim upplýsingar hvað ég hef boðað, en kennið þeim líka að halda allt það sem ég hef boðið ykkur. Þú veist, þannig að láta það í verk og hluti af því er náttúrulega þetta á svona vind upp á sig. Þú veist, hvað segir hann okkur að gera? Hann segir okkur að fara út að gera lærisveina. Þannig að hluti af því að setja það í verk sem Jesús hefur búið er að segja öðrum frá. Það þarf ekki að vera massíft flókið í byrjun, en það er einhvern veginn að biðja Guð, viltu hjálpa mér að vaksa í þessu að segja öðrum frá. Og ég held að sé líka bara kannski grundvallurinn af þessu öllu er bara það að, þú veist, ef þú hefur verið að lesa í gegnum Nýja testamenti þá sérðu líka bara hvað Biblían leggur augljóslega mikla áherslu á bæn, þannig ég held að þú veist, það sé líka bara fyrst og fremst bara alltaf áður maður fyrir að gera eitthvað, þú veist, bara svona að biðja að Drottinn sé með manni og vendi mann og gefi opni dyr fyrir samtölum, þú veist, þannig að það sé eitt af honum, þannig að hann opni veginn, þú veist, í hjörtum fólks þess að vera tilbúið til að heyra. Og hann að gefa eitt dæmi, ég ætlaði að vera rosa djörf eitthvað, ég var vinkonum minni heimsókn. Svafa djörf? Nei, ég veit það. Nei, ég er að tjóka, þú ert mega djörf. Í sumum ertu ótrúlega djörf. Já, en allavega, ég ætlaði að vera eitthvað, ég var með heima með vinkonum minni og voru með börnin okkar og ég ætlaði að vera eitthvað rosa djörf að segja henni frá Jesú og svo bara, við erum að tala bara á sama tíma og ég ætlaði að fara að gera það. Þá bara trilltust börn í alvöru og það var allt bara út allt og ég var eitthvað svona að reyna eitthvað að segja og það endaði með því sko að þú veist að hún var eiginlega ekkert að hlusta þegar þú veist það var bara eitthvað svona eitthvað skilurðu þú veist og ég bara svona wow hvað gerðist það því að það var búið að vera rólegt þangað til að ég opnaði með munnin og þá bara sprakk allt í loft upp og ég bara vá þetta var crazy. Já, en ég myndi bara einmitt leitast eftir svona tækifærum þú veist að segja bara, ok, Guð, viltu please gefa mér þetta og svo, þú ætti eftir að feila og það er alltaf læg og það er náð fyrir því, skilur við, það er ekki bara náð fyrir því sem þú hefur gert, heldur mynd gera og Guð tók inn í dæmi hversu heimskur ég er áður en hann kallaði mig þú veist, sem er geðveitt huggandi að hugsa til en hann að, þú veist, ég myndi líka bara koma að þessu með auðmýkt sem kannski tekur svolítið pressuna af, þú þarft ekki að hafa öll svörin þú getur líka bara beðið út svona lofur Guðs það sem hann segir, þú veist, ég mun gefa ykkur orð til þess að tala á réttum tíma ég mun vera með þér er ekki Lúkas 12:12 eða eitthvað og hann bara að segja Guð, viltu hjálpa mér og það gæti líka bara verið sagt bara, hei, nefnir bara koma og sjá og deila því hvað þú ert að læra hver áhrifin á því eru, deila hvað þú hefur lært af mistökum, deila hvað hefur breyst hjá þér þú þarft ekki að sitja upp sem einhver svona doktor í guðfræði og ég sestu niður, ég ætla bara að segja þér frá heldur getur það einfallega verið bara, hei Guð, viltu hjálpa mér að láta bara svona lítinn stein í skóin á fólkinu sem að hugsa þegar að lappar í burtu. Já, einmitt. En hann að ég var að taka smá pásu og halda svo áfram með það. Já, svona gera. Hvað lag ertu með fyrir okkur? Ég er búin að skrifa niður, þú ert með það þann inn á hjá þér, ég veit ekki hvernig ég fer inn á þannig allavega, við sjáum þetta smá það kemur lag Herðu, mér langaði bara að segja hans frá því að við hjá Lofstofunni Baptistakirkju erum með samkomur á sunnudöfum klukkan 11 samkomunar eru á ensku við erum með staðsett í Fagraþingi 2A og svo eru við líka með heimahópa við vikuna en þú getur svo bara fengið ítalara upplýsingar um það þegar þú mætir og kíkir í kaffi hjá okkur. Sjáumst.
Herru, við langar líka að taka það fram að Trú og líf komið við heimasíðu, þess að trúolíf.is, það sem við ætlum að láta þessa þætti, en líka meira af kennsluefni sem tengist ýmsum atriðum sem tengist Biblíunni og við vonum að það sé þér til uppbyggingar, en svo erum við líka hægt og rólega að fara að bæta inn greinum og meira efni í framtíðinni sem við vonumst til þess að hjálpi þér að vaksa í trú og von og kærleika. Og þannig að ef þú vilt kíkja á það, þá er það trúolíf.is. Velkomin! Hello! Vorum að leita læginu hérna, að því að ég var búin að skrifa hérna niður lista af lögunum og svo fattaði ég bara einmitt þegar við ætlum að fara að taka pási, ég bara, ó nei, ég er ekki með listan yfir lögin. Allavega, njóti lagana sem koma. Ég skal hafa listan þetta í hérna yfir næsta þátt. Já, allavega, við erum að tala um hérna hversu hávar á ég að vera trúna mína og ef þú ert svafað, þá ertu mjög háver. Nei, Guð hefur reyndar þurft að þroska mig svolítið í að þóra að vera, þú veist, að því að og þetta er búið að mikil bæn hjá mér, sko, að því að eðlisfari er ég svona people pleaser, sko, og það er einmitt bara, hvað maður að segja, það er náttúrulega stingur að lesa vessið sem segir að það sé snara höfuðið á þér að vera að hræðast fólk en ekki Guð, skilur og þannig ég hef bara og er ennþá, skilur, bara á njánum bara að beða Drottinn bara viltu taka þetta sem er svo fyndið, það er svo áttu augnablik sem að þú bara svona byrjar að tala í skurðlæknin hjá Salamónum trúna. Nei, ég segir samt að það náttúrulega var ekki henni, Guð náttúrulega er búin að vera að þroska mig, ég finna, hann er svona, skilur, maður er bara svona og ég held að það sama með bara eins og þetta að hversu hára að vera með trúna, þú veist, ég held að Guð bara svona fyrir þann sem er mjög hræddur þá held ég að Guð bara er það náðaríkur, skilur, að ef þú segir við hann, þú veist, ég þrái að vera ekki svona, þú veist, þá mun hann gera það og hann mun að gera það hátt sem að er gott fyrir þig, sem að mun hjálpa þér að, þú veist, reykja þig ekki upp, skilur, bara hann mun hjálpa þér að þroska þann hátt sem að mun hjálpa þér að muna að það er út af honum, skilur, það er ekki út af þér. Og ég myndi kannski, góða punktur með það, að ég myndi hafa í huga að þú ert að pæli, þú veist, hvernig ætti ég að vera tilbúin að tala trúna, að pæli, hvernig hefur Guð vírað mig til þess að tala trúna? Og það er fyllt af svona fólki eins og ég held að þú sér svona gjöf að tala svona one-on-one, svo eru aðrir sem að, þú veist, eru bara geta labbað upp að hópa fólki og bara hefði þið degið þetta, hvert farið þið? Ég er alls ekki vírað þannig, skilur við, en stundum er erfitt fyrir mig að eiga samræður, þú veist, one-on-one, en ef að, þú veist, eins og, þú veist, ef að hvað heit trúlýsingarfélagi byrði mig að koma til þess að gera grína mér og predika fyrir fram að þá ég bara ég geggja til í það, sko. Að segja ykkur bara yðrast og trú á Jesú og gefa raunhverjir í og eitthvað svona, það gerir mig geðveið spenntan, en svo að eiga bara svona one-on-one samræður, það er svona erfiðara fyrir mig, þú veist, þannig að líka pæli því, þú veist, hvernig á ég að vera til að trúna minni, er það á okkur ákveðin hátt eða hvað, en við langar að lesa hérna vers í fyrra Tímóteusbréfi 5 22 til 24 og 25. Ég ætla svo að klára því ég var ekki búin að Já, sorry, klára þú. Ég held að þú væri búin. Ég var ekki búin. Okay. Ég myndi bara leiða þér að klárina því að oft þegar maður fær ekki að segja strax þá gleymir maður sem gerist svo oft fyrir mig. Þolið ekki. Gerðu það, áður nú gleymir. En já. Það hefur gæst. Já, ég veit. Þess að voru að tala um að gleyma hlutum og svo gleymir þig. Já, ég veit það. Allavega, ég var að tala um, þú veist, ef maður er hræddur, skilur, þá punkturinn er bara þessi að Guð, skilur, mun þroska þig hvernig sem að þú ert víða sér og það er heldur ekkert allir sem að kljást við að vera hræddir. Það eru sumir sem kljást bara við þannig að hversu á ég að vera hávar trúna minna af því að mér líður bara ótrúlega vel að vera bara sjúklega hávar alltaf, skilur. Og þá, þú veist, þá lítur ferðarlega þitt öðruvið sem er bara svona, ok, þar ég að, er ég að vera í rauninni ekki kannski nærgætin, þú veist, af því að vessið þarna sem segir, þú veist, maður á að vera salt og maður á að vera að gera það með virðingu og hóvarð og svona, skilur þú veist, og kannski skortir ykkur það, þú veist, sem að líður alveg ótrúlega þægilega að tala og maður þarf, af því að þetta er líka spurningum bara svona, maður þarf líka að hlusta, þú veist, og hlusta hvað einstaklingurinn hefur að segja og svona, þú veist, ekki bara henda ykkur út og, þú veist, við erum að díla við manneskjur. Já, ég kannski lesa fyrir Pétursbreið 3, það sem hún nefndi það hérna, vers 15 og 16. Já, þetta, ok.
En Helgi Krist sem drottin í hjörtum ykkar verið ætur reiðubúnir að svara hverjum manni sem krefst raka hjá ykkur fyrir voninni sem í ykkur En gerið það með hógvarða virðingu og hafið góða samvisku til þess að þeir sem lasta góða hegðun ykkar sem kristina manna verði sér til skammar í því sem þeir mæla gegn ykkur. Já, þannig að minnst þetta er eitt af mínum uppáhaldsvessum Þetta geggjavess sko. Það verða tilbúin að gefa rauk fyrir voninni sem í ykkur og ef þú ert þannig á staða sem er bara ég er bara ömuleg í þessu skilur að vaksa í því og þú veist, eitt sem er að hjálpa mér að pæla í spurningum hvernig ég myndi svara þeim þegar ég heyri, þú veist, einhverju svona spurningar pop upp, okkur svona íti á pásu og svona, hvernig myndi ég svara þessu? Hvað vess myndi ég hugsa og kannski ef þú ert bara nýbyrju, bara passaði á þig, ef þú ert bara að skríða núna, ekki vera pyrruðið við því að þú sért ekki að hlaupa hennar spretthlaup, þú veist, þetta er bara rólega og segja bara, hei, hvað viltu hjálpa mér að komast á hennar stað og ég held að eitt af því besta sem þú getur gert er að fókusa á bara að lifa henni kristinlífi, mæta kirkjur hafa fólk í kringu þig sem hefur gengið með Jesú lengur en þú og hefur lært að leksjum, bæði góðu og slæma sem það hefur gert og hann að, þú veist, í þessu vessi hérna er fókus í rauninni bæði á lifnaðarhátt en líka á orðin og það er að hann segir hann að Helgi Krist sem drottin í hjörtum ykkar hafi góða samvisku til þess að það sé ekki hægt að lasta ykkur fyrir slæma hegðun en svo segir hann líka verið alltaf reiðubúin að svara hverju manni sem krefst raka hjá okkur fyrir voninni sem í ykkur Þannig að ég held að þetta tvennt eigi svolítið að vaksa saman, þú veist, lifnaðarháttuðinn á eftir að vekja upp spurningar hjá fólki og spurningarnar leiði samtöl og samtöl leiða í að vera tilbúin að gefa svör og það er stundum bara allt í lagi að segja bara ég er ekki með svari við þessu okkur núna og mér langar ekki bara að gefa þér eitthvað bull, þannig að mér langar að hugsa þetta og beðja þér þessu og lesa og svona getum við talað þetta seinna. Mér er nú alveg viðandi líka kannski að nefna bara svona í ljósi þess skilur að því við erum að tala að hérna vera sáttur þú veist í Guði með þetta skilur að hana vessi hana í hvað heitir aftur hana ekki orðskveðnir sem að Salomon skrifaði heldur hana predikarinn já. Hérna þá var hann að tala hana að þú veist að allt hefur sinn tíma að gráta hefur sinn tíma þú veist og mér finnst það mjög viðeigandi bara varandi skilur að þú veist að jafnvel, þú veist, vöxturinn í trúnni þinni hefur sinn tíma, skilur og hann að, þú veist að raunni þetta, þú veist, að læra kannski í gegnum svona, finnst mér heldur með að læra kannski bara rosalega vel að, þú veist, treysta Guði fyrir að svona öll hans tímasetning er góð og það besta sem að þú vilt, skilur þú átt kannski ekki að vera komin eitthvað ákveðið langt, þú veist, allavega eins og fyrir mig persónulega eitthvað tengja við það, þú veist, ég vildi vera komin svo hratt á eitthvað stað skilur sem myndi þýða að Guð myndi hjálpa mér að þroskast og vaksa rosa hratt í einhverju en ég get alveg séð að það hefði örugglega orðið mér sem fyrir falli skilur að því ég geti orðið bara mjög stolt eða eitthvað þú veist. Og líka fagna gjöfunum sem þú hefur þetta svafa á það til að miða sér stundum við aðra og vá þetta er gott svar, mér langar svo að vera svona eitthvað svona og þú veist það er alveg hlutir sem að svafa er með sem að ég er bara eitthvað vá hvað ég var til í að hugsa svona og það getur verið að þú sért hann úti og ert að pæli ok, ég er ekki með svörin en svo hittir einhvern annan í kirkjunni sem með öll svörin en veit ekkert tímasendingu það er eitthvað að gráta og þetta er ekki tíminn fyrir einhverjar rökræður eitthvað og hann kemur bara inn bara blaðandi skilur en þú sér bara nei þetta er ekki tíminn til þess að gera þetta þetta er tíminn til þess að bara aðeins sitja með í þessu og þannig að við muna það bara og já ég ætla nú en ég myndi mæla með að taka sko ef þú ert hann úti og ert með mikið augum á þér þá fannst mér geðveikt þegar hún Kat Von D kom til trúar hann að Kat Von D eða kannski ef þau eru okkar aldrei og voru alltaf að horfa á þátt hérna sem heitir eitthvað Tattoo Inc var það ekki hvað er Tattoo þátturinn hana ég man ekki hvað hann heitir alltaf kona þar Kat Von D sem var svona tattoo artist og hún var að koma til trúar hennar hvað fyrir svona ári eða eitthvað svoleiðis og hún setti inn á social media hjá sér bara hennar skýrnina sína og talaði sem trúna, bara hvað Guður er búin að gera mikið í sér og eitthvað svona en svo tókum það bara fram, hei, ég er ekki að fara að setja mig upp sem eitthvað vald eða eitthvað hérna talsmaður kristinna trúar, ég er bara alveg ný í þessu þannig að ég vildi bara segja eitthvað frá Jesú svolítið svona komið og sjáið nú ætla ég að stiga til hliðar og ég ætla bara að vera hluta kirkjunum minni og ætla að vaksa eins í þessu kannski í framtíðinni get ég svara spurningum ykkar en mér langaði bara að benda ykkur á trúnum minna og það er kannski líka bara þú veist þarna vessi sem talar þú veist að sumir eru spámenn sumir eru
þú veist, trúboðar, já, bara að telja upp alls konar skilur og kennarar. sálisti eins og þú tekur átt fram, bara taka það líka fram, sálisti ekki end-all be-all svona tæmandi listi. já, en en þú veist, það bara svona gott kannski gott til að styðja sig við það, þú veist, að eins og Gunnar var að segja, þú veist, að við erum öll kölluð í að búða trúna á mismunandi hátt líka, þú veist, það er ekki eitt fyrir alla. Þá meina ég bara, þú veist, bóðskipunin er eins skiljiði, en hvernig við gerum það er svo mismunandi, þannig að þess vegna er einmitt bara örugglega ástæðan fyrir því að Guð segir bara að bera sér saman er bara synd, þú veist, af því að þetta bara dregur þig af, skilur, þetta bara, þú veist, það gerir ekkert nema neikvægt, það bara lætur þig að horfa niður á sjálfa þig og þá áttu bara að fara að pæli þér, þú áttu ekki að gera það, því að þú áttu að vera veikur og Guð að vera stór og það er svo rétt líka bara hvernig skiptir svo miklu máli, þú veist, þú getur fókusað rosalega mikið á hvað, þú veist, ég á að gefa pening, en hvernig skiptir líka máli, og þegar Jesús segir ég elskar ekki bara gjafara, heldur ég elskar glaðan gjafara, þannig að hvernig gef ég gef með gleði, ekki út eða einhverju bitur, bara já að gera þetta eitthvað svoleiðis. Og sama með, þú veist, með vessin sem við vorum að lesa, þú veist, hann segir ekki bara hvað við eigum að vera að gera, við ættir eða búin að svara hverju manni sem krest raka hjá okkur fyrir voninni sem í ykkur heldur líka hvernig, gjöru það með hóværð og vinningu og þegar það kemur að því að segja ok, hvað á ég að gera? Já að búa trúna, hvernig? Það getur litið mjög mismunandi út. Og þessna enn og aftur þurfum við bara að liggja á bæn og biðja Drottinum að sýna okkur hvað við erum að gera. Og þá getum við staðið bara upprétt og með djörfung í því að við vitum að Guð er búin að segja okkur hvað við erum að gera. Ekki að því að þú veist. Amen. Erum við ekki búið með tíman? Jú. Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi. Við vorum með þetta, hafið þér verið uppörandi. Þetta er allavega alltaf uppörandi fyrir mig. Stundum, ég veit ekki hvort þið tengið við þetta, ég verði að segja þetta mjög snögglega, hvort að þið finnið þegar maður er að tala og maður finnur svona heila randi er svona að vinna í gegnum mann og stundum er ég að tala og ég finna að gera og ég er bara eitthvað, wow, hvað er ég að segja? Og ég er líka bara eitthvað, wow, hvað er Svafa að segja? En fyrir allt aðra ástöð. Þetta er svo leiðilegur, herðu, bye, við elskum ykkur.